Gott maður. Já. Ég kann ekkert á þetta. Byrja að kynna leiðinhallir. Komið sæl og verið velkomin á Ásvelli. Leikur dagsins knattspyrnu fyrir Ásvellu á móti Haukum. Við skulum byrja að renna yfir gestina í Haukum. Númer 1, Milos Peric. Númer 3, Máni Mars Styrkvason. Númer 4, Fannar Óli Friðriksson. Númer 5, Óskar Francis Borg. Númer 6, Þórður Jón Jóhannesson. Númer 9, Gunnar Örvar Stefánsson. Númer 11, Aron Skúli Brynjarsson. Númer 13, Arnór Pálmi Kristjánsson. Númer 18, Anton Hauks Guðlaugsson. Númer 20, Gísli Þrausti Kristjánsson. Númer 22 og fyrir Þegar hann búinn að fara yfir, hækka það aftur í laginu. Varamenn Hauka eru Indri Tóki, Davíð Sigurðsson, Andri Snjók Ingarsson, Davíð Snorri Guðlaugsson, Kristján Ólafsson, Baldur Örn Þórarinsson, Ólafur Darri Sigurðsson. Þjálfari Hauka er Atli Sveinn Þórarinsson og honum til aðstoðar er Stefán Rækovits. Og kraft. Þá er komið að liði heimamönnum. Númer 1, Tómas Anúlis Kristjánsson. Númer 3, Gunnar Þór Hilmarsson. Númer 4, Daniel Freyr Ólafsson. Númer 6, Carlos Magnús Ravelo. Númer 8,
og fyrirliði K.A. Ólafur Sveimar Guðmundsson, nr. 13 Brynjar Bjarkason, 14 Gunnar Már Þórðarsson, 17 Gunnar Bent Helgason, 20 Sindri Hrafn Jónsson, 21 Þórður Örn Jónsson, 22 Þórir Eiðsson, varamenn K.A. eru Viktor Gauti Jóhannsson, Alexander Snær Einarsson, Sævar Orri Valdinsson, Aron Hólm Júlíusson, Úlfur Torfason og Luis Lukas Antonio. Þjálfari K.A. er auðvitað engin annar en Sali Heimir Posja og honum til aðstoðar Kjartan Jóhannes Einarsson. Koma svo K.A. Áfram fótbolti. Áfram fótbolti. Jæja. Erum við on? Erum við on? Erum við komin í útstíð? Við erum mættir. Erum við mættir? Við verðum ekki að hafa að opna gluggan. Jú, ég er með sólgleru, þannig að ég verði gluggan. Sko, þessi fer alltaf í hurðina, en í tölvuna. Já, ok. Þessi verður að hafa lokað, því miður. Við verðum bara að hafa það þannig. Því miður. En komið sæl. Við erum velkomin á Hauka TV. Það sem leikur í Mjólkurbikar karla fer fram á Ásvöllum. Við eigum að byrja að renna við liðin, eða kannski byrja að kynna okkur. Jakob heiti ég. Já, Friðbert Bjarki Guðjónsson. Og Sigmundur Einar Jónsson. Velkomnir strákar. Það er tríó í dag. Það er tríó í dag, sko. Alveg tríó. Það er allt lagt í sölunar. Já, það er fyrir þessa stóru viðuregn. skemmtilegu leikur farin í gang. Haukar að keppa móti varaliðinu sínu og það er alltaf skemmtilegt þegar það gerist. Menn í K.A. hafa mikið að sanna og strax er K.A. að byrja að sækja og Haukar ná að losa sig við þetta. Kannski rennur hratt yfir byrjunarliðin. Í markinu á Haukum er Milos Peric og síðan er það nr. 3 Máni Már Steinbjörnsson, 4 Fannar Óli Friðleifsson, 5 Óskar Francis Borg, 6 Þórður Jón Jóhannesson, 9 Gunnar Örvar Stefánsson, 11 Aron Skúli Brynjarsson, 13 Arnór Pálmi Kristjánsson, 18 Anton Freyr Hauks Guðlaugsson, 20 Gísli Þrausti Kristjánsson og 22 á fyrirliði Hauka er Alexander Freyr Sindrason. Atli Sveinn Þórarinsson er auðvitað þjálfari Hauka og til aðstofar Serdan Rajkovic. Friðbert, þú kannski tekur heimamenn í K.A. Ég skal gera það. Í markinu nr. 1 Tómas Anúlis Kristjánsson, síðan nr. 3 Gunnar Þór Hilmarsson, nr. 4 Daniel Freyr Ólafsson, nr. 6 Carlos Magnús Rabelo, nr. 8 á fyrirliði K.A.manna er Ólafur Sveimar Guðmundsson, nr. 13 Brynjar Bjarkason, nr. 14 Gunnar Már Þórðarsson, nr. 17 Gunnar Bent Helgason, nr. 20 Sindri Hrafn Jónsson, nr. 21 Þórður Örn Jónsson og nr. 22 Þórir Eiðsson. Þetta er sannlega í fyrsta og mögulega eina skiptið þar sem við erum hérna á Haukar TV, þar sem Haukar sem sagt á útivelli. Já, það er árið. Það spyrir hvað þau hefur gest eitthvað mikið ofta áður í fótbolta hérna á Íslandi. Já, þar sem lið er á útivelli á svona einu heimavelli. Já, hafið þið séð Breiðablik Augnablik spila? Nei. Ég hef ekki séð það. En Haukar að fá aukaspyrnu hérna á miðjum velli. Spurning hvað þau getur nýtt sér þetta. Stóri kallar að fara hann í boxið. Já, Óskar Borg með virkilega góða spyrnur, örfættur. Það verður gaman að sjá hann í sumar. Já, leikmaður sem að spilaði fyrir Akademíu Manchester United til að mynda og Sindri Freyr með skallar yfir. Frábær sending. Já. En já, eins og segir Óskar Borg, hann á leikið fyrir Manchester United og Aston Villa og eitthvað þvælu eða ekki? Jú, hann er búinn að vera mjög óheppinn með meiðsl. En já, það er vonandi að við náum honum heilum í sumar. Það er vonandi fyrir Hauka. Þá er þetta bara virkilega sterkur leikmaður. Já, maður Sindri Hrafn, eða ískápurinn eins og hann er kallaður oft. Já. Er upp á topp. Það er virkilega gaman að sjá hann upp á topp. Þetta er leikmaður sem spila vanlega í hægri bakverði eða miðverði. En Sali hefur hugsað, ég þarf physicality. Hann sagði líka við mig daginn að hann væri kameljón. Hann er það. Hann sagði það við mig sko, mér fannst það alveg smá skrítið sko, en ég sé núna hvað hann er að meina. Hann getur spila allar stöður. Yep. En ég á vona bara hörkuleik. Já. Þetta K.A.-lið er ekkert lamb að leika sig við. Algjörlega sammála því sko.
ég veit að Sali hefur náð að gíra sína menn helvíti vel í þennan leik. Ef það er ekki auðvelt að gera sig í svona leik, þá gýrir ekki upp fyrir neitt, held ég sko, fyrir KM-menn. Nei. Og þannig Skúli með skallan á markið. Tómas sterkur í teiknum. Já. Tómas mjög sterkur. Hann er þinn maður, Sigmar, eða ekki? Hann er minn maður, Sigmundur. Vel gert, Jakob. Þetta er strákur öðru fólki Hauka sem var fenginn inn fyrir tímabilið. Bara virkilega öflugur markmaður. Stór og sterkur. Já, hann er með svona markmannsfísík allavega. Já. Þú ert auðvitað markmannsþjálfari hjá Haukunum, þannig að þú hefur sennilega eitthvað unni með þessum dreng. Jú, með honum og Indrid var markmanni Hauka. Já. Sjáum líka Gunnar Bender í hafsend hjá KA og það er ekki eitthvað sem við sjáum oft. Hann var allavega ekki þekktur sem eitthvað þvílíkur varnarmaður í yngri flokkum. Nei, en En ég var svo sem með honum Gunnar Bent í gær, vorum að þjálfa saman og hann sagði, þetta er liðsíþrótt. Það ekki? Jú. Hann hefur alltaf verið mikill liðsmaður. Já. Hann sagði, ef þú ert í þessu bara til að sóla og gera eitthvað fjandan, þá getur þú bara farið í badmintonið. Nákvæmlega. Þannig að hann er bara hérna fyrir liðið og... Flottur bolti á Gunnar. Já. Óli með Mána Mar í bakinu. Óli virkilega lúmskur leikmaður. Virkilega og sendi ekki fyrir. Það er svo sem ekkert að þessum bolta. Ekkert að þessu. Nei. En það er alveg tækifæri, sko, með Gunna að ná vinstri kantinum sem hann er fljótur. Afskaplega fljótur. Já. En hinum meginn á mótornum er Alexander Freyr sem er mjög klókur hins vegar. Já, og fann hann alltaf hann í vangbækurunum. Fannar Óli Friðleifsson, maður sem getur hlaupið endalaust. Já, og það má... Hann er þindalaus, Fannar. Ég hef aldrei kynst þeirra eins. Kemur af svona hlaupa kynni. Já. Pappa hans er náttúrulega svakalegur hlaupari. Jú, hann er það. En það má alveg búast við því að Fannar sæki svolítið mikið í þessum leik. Hann er fann að, sko, ég veit ekki hvað hann með mörg á þessu undirbúningstímabili, en þau eru orðin ansi mörg, sko. Markaðist maður Hauka á þessu undirbúningstímabili, Já, ég held að hann og Gunnar Örvar séu alltaf hana upp þeir, sko. En hérna er Gunnar Örvar Gunnar Örvar nær skotinu en fyrir Júæð skemmtileg tilraunana hjá alla. Þetta er fyrsta hjóðspinnar sem hann hefur tekið. Já. Skemmtileg tilraun. Gerist mjög hægt. Það var hægt en fáað á sama tíma, sko. Við erum alltaf gaman að svona krúsidólu. Já, algjörlega. En það má alveg búast við því að Haukamenn verði kannski aðeins meira með boltan. Algjörlega. En á sama tíma eru KM-menn með hörku miðju og þetta eru all leikmenn sem að geta haldið vel í boltan og eru góðir tæknilega. Carlos þannig í djúpar á miðjunni og með Binna og Óla fyrir fram að sig. Algjörlega. Þannig að það verður alveg svolítið áhugavert að sjá hvernig miðjubardan fer. Algjörlega. En sem ég verð að gefa það djúvill þetta er flottur. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Það er Armani, sólgleraugun og Ralph Lauren pólubólur. Að sjálfsögðu. Þetta er bara $1 million look. Svaðalegt look. Fór að rifa í hádeginu. Já. Fekk mér kindalundir. Sæll, kindalundir. Kjúklingalundir í forrétt. Hann fyrir ekki bara út þess $1 million, hann á ekkert eðlilega mikið af peningum í dag. Herðu! Gunnar er með skemmtilega skalla. Ég veit ekki hvort hann ætlaði að senda hann og Dóta. Jó, mér sýndist það, sko. Leita hann út. Já. Dóti með skemmtilegt hlaupana. Gunnar veit alveg hvað hann að gera með höfðinu, sko. Já. Teiknar þetta upp. Tómas ítur öllum fram. Svona. Já, þá svolítið að leita greinlega Sindra hana. Já. Sindra eftir að farið á ófáa í dag á móti örugglega 90% tilvika alla Sindra. Já, þeir verða í baráttunni, en Gísli hana með boltan í álitlegri stöðu. Já, það er erfitt að ná hann boltanum þarna. Já. En
sko, markmið K.A. hlýtur að vera að reyna að halda bara nullinu Algjörlega. sem lengst og svo Óli sem getur gerir alltaf eitthvað gerst á skemmtilega breykinu eins og við sjáum hérna. Já, heldur bara í boltan hægra eins á þessu. Þú vilt fá Carlos á boltan sko. Já, Hann veit hvar allir eru á vellinum. getur dreitt spilinu vel, Hann er með svona bíflugu auga. algjörlega. Þau eru svona 14. Fjórir með erfiða. Já, eru bíflugur með 14 auga? Já, getur einhver googlað það? Já. Ég treysti þið bara. Ég held að bíflugur sé með slatta augur. Já. Ég held að 14 er bara fínt alveg. Já. Bíflugu augur. Ekki heyrt þennan áður. Sjáum að K.A. er ekkert að pressa svakalega hátt. Nei, það var bara þétta raðanar. Skúlum boltan yfir á. Já. Það var... Hann getur spæling en... Hann hefur mikla trú á Fannari. Við sjáum það bara þarna. Já. En K.A. er auðvitað nýkomnir úr æfingaferð frá Spáni Algjörlega. þar sem að þú fórst með þeim Yes sir. sem stemmingsmaður. Ég fór þarna sem skemmtikraftur. Já, Ég var nú samt alveg með á æfingum, það má ekki taka það að mér. þú varst í markinu. Já. Höndlar ekkert mikið meira en það. Nei. Nei, Ég er líka bara svona að leifa þetta svona þeirra æfingarferð. já, leifa þeim að njóta. algjörlega. Ég tók markið á mig en það vann í náðast allar æfingar hérna. Því miður, fyrir hinna. Já, varstu svolítið að stjórna þessu þarna? Já, það vantaði svolítið. Ég var með ungum í lið, það vantaði svolítið mikið þar. Já. Menn voru að mæta mjúkur æfingar og svona, þá Þetta er bolti. þurftum að rífa á gegn. Frábær bolti! Bolti! Það er ekkert annað. Frábæri færi hérna. Milos vel vakandi í markinu. Já. Þetta var alveg reflex af Milos. Hver átti þessa sendingu var að Gunnar. Gunni sem átti sendinguna. Frábær sending. Þetta var bara best að færi leiksins hingað til. Haukar litu illa út af maður að vera viðkynnaðast. Enginn að dekka Þór. Það þurfti líka svolítið að sækja hann tilbaka. Já, vel gert ég að hann var komið svo á markið. Algjörlega. Og K.A. fá sína fyrstu hotspinnu hérna. Carlos Rabelo. Sjá, Sindri er í fætingana. Það er ekki að fara að íta Sindrunum nefnilega. Nei. Dreiðina maður í gamla skólanum. Danni er góður í loftunum líka. Bolti kemur hátt yfir Það er svo langur, en Gunnar Örvar er fyrstur á hann. Gerir vel. Sjáum hvernig Gunnar Bent. Hann leysir þetta með því að rífa Nóra niður. Professional foul. Þessu fál eins og ég segja. Það er tiltal. Já. Dómarleiksins. Hver er dómarleiksins, strákar? Hérna. Með Það er þetta. sérlega ykkur meistari. Já, þú mátt byrja þetta fram. Tuana Khalid Ahmed. Takk. Vonandi að hann stendur sér bara vel. Þetta verður örugglega ekki auðveldur leikur að dæma en eftir. Hann gæti alveg... Og hérna Þórður með mikið plás. 1-1. Kemur honum fyrir. Ús! Dettur í Fannar og... Já, Danni gerir vel að næra að pikka boltanum. Mjög vel. Og nú geta þið breykað. Gunni er með pláss fyrir framan sig og hann keyrir af stað. Og Þórður hérna... Hann ætlar að taka alla á. Ó, já. Ágætlega gert hjá honum. Já, fínasti varnarleikur svo sem. Máni gerir vel af að sammála því kemur hjálpa þarna. En önnur hotspinna. Já, K.A. aðeins að sækja á þá. þetta er bara fínasta byrjun hjá þeim. Algjörlega. Geta bara verið ánægði með svona fyrstu. Því lengur sem þeir halda því meira pressa kemur á haukamenn að Algjörlega. maður oft séð í svona leikjum að lið bara brotna undan svona pressu, ná ekki að skora snemma. Já. Og það er Óli sem ætlar að snúa sinn. Óli sem snýri sér í teginn, þarf að beita spilin á þann, aftur að koma Aftur hátt yfir allan Já, bakkan. þetta er ekki gott. Þetta er ekki spes, þeir eru að nýta þetta betur. Ég sá þeir voru að æfa först leikatriði á síðustu æfingu. Já, maður sá það. Og þannig að þetta er klálega ekki eins og Vilja ekki, þeir hefðu planað. þið vilja koma mér fá það ekki. Sjáum að K.A. er búin að færa Haukalega ansi aftarlega á völlinn. Þeir ætla bara að taka í boltan. Já. Þetta er okkur heimavöllur segja þeir. Sali mætti í jakkafötunum. Heyrðu, þarna... Það er erfitt, Dotti, getur bara Carlosson á miðjunni og Gunnar Örvar í ágæti stöðu. Gunnar Bent, aðeins og seitt bara hann á. Já, Hann fekk tiltal á þann. Fekk til þeir á hann, Fæsel, hann spjaldi bara núna. já.
erfitt að vera komið spjald eftir 13 mínútur og þetta var að beðast við Gunnar Örvar í allan dag. Já, og Þórður Jón. Og vel gert hjá Dotta. Það er frábærlega gert, bara í Eddu Karlsson á miðjunni. Hann verður að vera meira sjarp. Já, þeir mega ekki vera að missa boltan hana. Alls ekki, og þetta er aukaspilna frábærum stað. Ég veit að Arnór skoraði mark bara nákvæmlega frá þessum stað í síðasta leik. Hann hefur líka verið að mæta hérna sjálfur og pumpi boltan sjálfur. Hann vil hafa ákveðna vikt í þessu. Þeir eru ásaka yngri markmennir og að spyrja hverju kom ekki að þjálfa á hann. Já. Þú varst bara út að borða í einhverju kósi. Há miður lundir. Var í ljósum. Lundavislu. En aukaspila á stórhættulegum stað. Það spurði hvort hann náðum yfir vegginn. Já, en sjáðu Anton að það vinstra megin. Ef hann fer yfir vegginn þá fer hann inn og rétt yfir frá Arnóri þarna. Þar skall hurðnæri hælum. Tómas öskraði engin hætta. Engin hætta, segja þeir. Jæja, sjáum að þeir eru að stilla upp í ykkur að pressu haukamenn. Þá bara þétta er miðun á Tómas, bakkar þessu upp. Það er engin sénsatæknir. Ekki svifa boltanum og Sindri. Sjá, Alli og Sindri, þetta verður skemmtileg baráttu á milli þeirra. En hér er Gísli með talsverðan tíma. Keirir inn á teginn og ætla bara sjálfur í skotið, en Danni gerir vel hana. Kemst í veg fyrir skotið. Hvað segir Hans Fyrirbjörn? Þetta er ekki bara feskuður? Jú. Dast eitthvað í það ekki að það? Nei. Þú gerir svoleiðis ekki. Ég var að taka próf. Já, í hverju? Áfangi sem heitir fötlun og lífslaup. Hvernig gekk? Ég held að það gengi bara mjög vel. Næs. Ég held með þér í þessu, veist það Fyrirbjörn? Já, ég veit það. Ég veit ég hef þig alltaf. Já. Vel gert hjá Sindra hana. Hann tekur hann bara niður. Kastar hann bara niður. Þetta var virkilega skemmtilega gert. Tóni líka þokkalega sterkur. Já, já. Það er ekki. Hann fann ekki fyrir honum hann á baku sig. Það gerir sér. Mílos er mjög sjarp í markinu. Já, klókur. Þetta er ekki fyrsti leikurinn hans. Nei, hann er með svona skemmtilega holningu sko. Þetta er ekki stærsti markmaðurinn. Það getur samt hoppað upp á slána. Já, hann er með nefnilega mikið sprengikraft. Já. Óskar leysir inn, nei. Sjáum að Fannar og Óskar koma mjög ofalega á völlinn. Raunir bara sem svona vængmenn. Þeir eru bara í þriggjamanna vörð þegar þeir sækja. Já. Mári, Alli og Anton. Gísli nær að snúa hann á miðunni. Það er að hanga allt og lengi á boltanum. Fannar kominn hérna í hlaupið utanvert. Vel unnið hérna hjá Gunnari. Já. Kemst fyrir sendingunum Hannari og Haukar eiga hotspinnu. Já, þær hafa verið nokkuð hættulegar hingað til. Algjörlega, þeir eru líka með alvöru hæð þannig Alessandri Frey og Gunnar Örvari. Já, þeir eru erfiðir við. Og síðan vitum við alveg hvernig boltinn virkar, hann sogast bara á Þórði. Já, það er galið. Sjáðu, hann kemur bara alltaf í áttina til hans. Danni er reyndar rosa sterkur í loftinu og hann skallaði hennar bolta í burtu. Og nú íta Kálið svona aðeins framar. En þeir leifa Mílos bara að vera með boltan og hann... Er Mílos örfættur? Já. Skemmtilegt. Það er bara bestu markmennir sem eru örfættir. Það er rétt. Thibaut Courtois. Sem dæmi. Petr Cech. Petr Cech var hendar sá allra besti. Já, svakalegur. Horfðu þið á Arsenal United? Heyrðu, já, maður náði nú smá á honum. Já. Því miður, það sem finnst nú bara mjög leiðilegt til að bæði þessi lið vinna, verða við ekki það. Já, ég ætla ekki að ljúga, þegar ég sá Granit Xhaka neglunum hana inn í, sko, af 30 metrunum, þá slökti ég á sjónvarpinu. Sjáðu Frábær sprettur hérna á Góður bolti! Anton fyrstur á hann, en Óli fær reboundið. Já, já, bara reyna að láta vaða sammála. Já. Sjáum að það er, þeir ná að... Þegar Gunnar kemst hann á ferðina Ár fáir að fara að stoppa hann. Algjörlega. Það var að brjóta á honum. Eðan tókni. Það er tvent. Það er eina leiðinni að stoppi. Já.
Sjá, við erum mjög þéttir tilbaka. Tonni tekur sleggju, sjáu þið. Vont touch þarna og hann endar að tapa boltanum. Sindri ætlaði að droppa hann á Þórð. Óskar með fínan bolta og Doddi hérna. Það kemur hann aftur fyrir, Gunnar stekkur hann á. Skemmtilegu skalli. Já. En Tómas leit nú alveg út fyrir að vera með hennan. Allir byrjum minni talanda. Já. Ég held að langi engum inn á þessu velli jafn mikið að vinna hennar leik og Sali heimi. Nei. Það væri ansi merkilegt ef að KA myndi ná að vinna hennar leik. Það væri mjög merkilegt. Og þetta eru þetta strákar sem að Sali hefur verið að þjálfa ansi lengi. Já, algjörlega. Margir hann einn á vellinu sem að hann tók við þegar þeir voru í 3. flokki. Þannig að þetta eru strákarnir hans og við þykjum eftir þá. Sjáum að Haukar ekkert að taka eitthvað rosalega mikið að sensum. Þeir eru bara að þreifa fyrir sér. Já. Reyna að finna opnarnir. KA með mjög skipilegar að náttast. Já. Sjáum að Gunni og Doddi hér droppa mjög mikið niður til að fóra staðinn á að tvöfalda vængina. Kemur með hann með góðan bolta út til vinstri. Já, Doddi. Kemst inn í völlin. Ætla að reyna að finna Gunni fætur átna en hann á farin í hlaupi. Þetta er erfitt, missa boltan strax, KA-menn. Carlos las þetta en Arnór enda með boltan. Gerir bara betur og lætur bara vaða! Arnór er að koma Haukamönnum yfir. Já. Þvílík bomba. Leikmaður númer 13 skorar fyrir Hauka, Arnór Pálmi Kristjánsson. Já, Hauka var búinn að halda honum þarna í 2-3 mínútur. Já. Gerur bara virkilega vel og hann bara smellur honum. Nóri er með ansi góða spyrnur. Hann má ekki fá svona tíma fyrir utan teginn. Þá refsar hann. Haukar verða líka að losa hann lengra þegar þeir eru að ná að losa hann svona upp úr vörðinni. Ekki fá bara aðra sókn beint í... Á KA-menn. Já, KA-menn meina ég. Það verður þetta þungt. Já, það er rétt. Elli mætti með brjósíkurinn. Já, Elli er alltaf með eitthvað nammi þegar þeir skora. Já, það er alltaf búið upp á brjósíkur eftir hvert mark. Elli er líka kóngurinn. Volið það samt leiðilegt nammi. Brjósíkur? Já, með það uppir í alveg... Það er samt alveg skemmtilegt svona. Þá færði þið svolítið lengi að muna hvað hann er góð og hann langar svo mikið að skora aftur. Ég er alveg sammála sem sko. Ég fæ mér aldrei brjósíkur. Ef ég fæ mér brjósíkur þá bara... Ég být hann. Já. Og svo fer maður verður að breiða þetta sko. Og hann skamma mig. Þannig að... Þeir eru sjúa. Já, ég hef ekki sko þolmaðina í það. Já, það er sama hér. Ég er í þessu quick fixi sko. Já. Já, ég hef gaman að sjúa hann. Já, þú er gaman að því. Mjög. Það var tveir í alla en Alli vinnur samt. Hann er bara klókur. Alli hefur gert þetta svo ótrúlega ofta áður. Veit alveg nákvæmlega hvernig ná að fara að þessu. Stertur í Haukana að fá hann inn fyrir tímabilið. Algjörlega. Þetta er statement sign í Haukum. Fá hann aftur yfir. Sjá mér að Gísli með pláss til að koma hann fyrir og gerir það á boltinn endur á Fannari Óla. Fannar setur hann í slána. Já, Óefnir mér sveltist bara á við að sjá þetta sko. Þú mátti ekki hlæja þessu. Nei. Það var bara óefni hjá okkar manni. Fannar hann að fá eins og það er frábært færi, flott sending á Gísla gegnum allan pakkan. Enda hann á fjær. Ekki ná að skora í þetta skipti og boltinn aftur hérna. Hættileg boltarinn í teginn. Já. Ég hitti Fannar aðeins í gær og hann vildi meina að þetta væri
Fannarsóla slagurinn. Ekki? Jú, hann er náttúrulega búinn að spila fyrir bæði lið. Það er alveg svolítið mikið til í því. Já. En, já, hann náði ekki að skora hana. Það þurfti að Hallsson sig betur við boltan. Algjörlega. Já, Tómas fljótur komin í leik. Binni alveg með smá tíma hérna. Finnur Þórður í lappir eða Þórður var bara, já, Þórður var ekkert að fylgjast með því hvar boltin var, hann var bara farin á stað. Skúli með skemmtilega snuddu og skemmtilegt hent hérna á gulu spjaldi Að þú þess á gulu. Já. Hann nennir ekki að vera inn á. Það verið mjög vont fyrir leikinn að fá litla mann út af því fyrir hálfleik. Já, það væri ekkert spes. Gunni hefur aldrei verið þekktur fyrir að vera eitthvað, sko, tvínána við hlutina. Nei. Alli hérna með skiptinguna yfir. Þórir skallan beint á Gísla. Gísli með góðan fót, við veitum það. Já. Hvað var mér komast fyrir þetta? Máni gerir vel hérna, ég heiti bara Óla. Já. Hýðir á henni boltan. Enn og aftur eru Haukar að missa boltan bara strax og á vondu stöðum. K.A. K.A. varst ekki. Dotti hana. Ætlaði fiska brotið. Þetta er bara orðið þolinmæðisvinna hjá Haukum. Já. Það er að fara boltan. Já, sömulegis og K.A. Þeir þurfa ekkert að fara í eitthvað panik þó er að lenda einu marki undir. Nei. Hellingur eftir að fótboltæðina. Ég sá það nú Jakob þegar við spilum múti Íslands- og bikarmeisturum Víkings hérna á vellinum. Já, alveg rétt. Já. Fengum mark okkur snemma og leikurinn endaði 2-1. Það var svakalegu leikur. Eina liði sem að Gunni gerir vel hana. Brynjar hann var rólegur á boltanum. Þórður að spila nýja stöðu. Hann er vanar að vera inn á miðjunni. Já. Spurning hvernig hún líður í hann á hægri kantinum. Hann hefur þó alveg verið að leysa þá stöðu líka. Já, hann hefur gert það vel, hingað til. Já. Það er seipað með hann og Fannar, maður getur hlaupið endalaust. Já. Það skipti þeir ekki máli eins og á Spáni. Hvernig ástandið var á mönnum, hann hljóp alltaf. Skúli finnur Gunnarna sem að leggur hún á Gísla. Gísli með sendingu eða skot. Já, vel gert. Tómasi. Já, vel gert hjá honum að halda honum í leik. Lítið um að velja fyrir Tómas. Já. Hræja bara aðeins á þessu. það er eitt bolti. Já. Óla var ekki að tekið við Já, hann var alinn. Höfðu þurft að láta hann betur vita. Það er svo langur. Já, ok. Vindurinn svona hæði aðeins á honum. Vílur svo fann að kynast vindinu með það. Já, það er vel. Það er alltaf að horfa á fánana hjá stúkunni til þess að vita hvernig vindáttin er. Það er rétt. Í lóknunni á áslum, ég veit ekki hvað að tala um. Þarna vann maður þann vindinn, sko. Já. Sindri vinnur. Ég vil tala með henni. Þóruður hoppar upp að Binna. Binna eitthvað að kvenka sér. Fínt á Óla. Mjög góðu bolti og Óli vænlegri stöðu. En stígur hann bara út. Það er byggðum óbeina aukaspinnu eða veit ekki alveg hvað er til í því. Nei. Ólafur verði bara að vera aggressívari. Já. Fínt hjá Þórið hann að náða pótan í Óskar. K.A. fá innkastið. Stoppar dómarinn, hann er að reyma skóna. Kanntu að reyma, Friðberg? Já, en ég verð alltaf að taka svona 2 slaufur á milli. Já. En þú Simmi, kanntu að reyma? Nei. Nei, mér datt það til.
Simmi nota bara skó með frönskverðar. Já, eða svo slippers. Já. Rennir mig bara svona og alltaf með fastan hnút. Hann bara, þegar ég kaupi skóna, hann byrði alltaf mannin í búðinum að reima fyrir mig og nota bara skóð. Ekki flókið. Nei, það alveg óþarf að læra það eitthvað. Já. Það alltaf seint núna, sko. Það svo læra á klukku. Sjáum við mikið plásana á bakvið. Fannari og bolti kemur þar. Já, ekki rángstæðar, jú. Með alla línum fyrir fram að sig. Það auðvitað að vera klókari þarna. Já, við þurfum köllum eftir standard og Fannari okkar. Já. Maður geta að sé þessa sendingu fyrir löngu. Það er að fylgjast með línunni. Ég var að fá skilabóðina. Frá höfðingjanum. Freysa Sverris. Já, hvað segir maðurinn? Hann var að segja mér að 9 leikmenn í byrjunliði KA. Hann hafi þjálfað 9 leikmenn í byrjunliði KA. Já, er það hannig? Já. Hann búinn að taka alla þessa drengi í gegn. Hann á líka nokkra hann í Haugum. Alveg. Já, 100%. Alveg helling. Freyr er svona maðurinn á baku allt þetta batteri hérna. Hann hefur ekkert betra að gera en að horfa okkur á YouTube. Nei, hann er náttúrulega fótboltaóður. Elskar fótbolta. Já. En það er svo sem fátt betra að gera heldur en að horfa okkur á YouTube. Nákvæmlega. Hvað gengur hér á? Þannig erum við. En Haukar fá aukaspinnu á hættulegum stað. Svipur staðan nema hinum við débóðan. Já, Óskar tekur þessa sannlega, örfættur. Tómas vil 4. Já. Fær hann 4? Það er spurning. Ef að Carlos fer í vegginn þá er það náttúrulega ekkert eðlilega fyndið. 3,5 sko. Nei, hann fær 4. Hann hlýtur að setja þetta bara markið. Þetta er á miðsvæðis til að vera eitthvað að krossa honum. Ég held að setja hann í markmannshotnið. Hann hugsaður, ungu markmaður, hann fer í hotnið. Nei. Alltaf lagi spilta samt. Já, boltasækið kemur inn á til þess að stilla boltanum fyrir Tómas. Ánægð með hann. Bara drífa þetta af. En að mínu mati er svolítið vannmynd að setja hann í markmannshotnið. Sérstaklega svona frá stuttufæri. Já. Erfitt að setja hann yfir vegginn. Bara negla þessi markmannshotnið. Þá, þú veist, er allavega hægt að keyra á reboundið ef hann verður þetta. Ég vil sjá meira að því. Og svo er það oft sem að markmenn taka skrefið, treyst ekki veggnum, þannig að er varnir bara. Já. Vel gert að Þóri hérna vinnir bara boltana Óskari en sendirinn er ekki á haldi í hann. Óskar hefur gaman að loppa honum svona alveg fyrir líka. Skúli tók hann að hlaupið og fekk ekki boltan. Já. Allir rósar hann fyrir að. Það er hörkum mæting ásvöldi í dag. Já. Alvöru stemming. 1-2 liðin á völlunum. Þetta er náttúrulega bara hátíðardagur, vil ég meina. Ja. Þessi lið sé að mætast. Svo var eitthvað svona vorhreingjörningin á hann. Já, einmitt. Hvernig fólk búið að vera Já, það er búið að vera partí bara í allan dag. Já, og grillar, hambúrgarar, Dóra á grillinu með season ágrittið. Ég sé frá hambúrgar í hálfleik og Dóra er búin að vera grillað á. Það er mjög líklegt. Hann alltaf bauð okkur hambúrgar á hann. Ég var nýbúin að kjamsa á einhverju pasta. Maðurinn er náttúrulega ekkert eðlilega góður á grillinu. Já. Fáið betri. Hann er líka, hann gerir þetta sko ekkert út frá tilfinningu, hann er með hitamæli. Já. Maður verður bara að gera það hann. Já. Hann er að hægælda á í morgun, hann byrja að forhita á. Já, það er bara málið. Þetta er ekkert grín þessi hambúrgar sko. Já, bara með 40 gráðum. Baconsultan frá Kjötkompani. Gunnar var bestur í þessari stöðu. Rassinn eftir bakkur og frábær sending og Dotti gefur hann bara aftur fyrir. Hvað er í gangi hérna á með sínust? Fannar Óli verið að stela þessu marki. Mikið brasinn í tegnum. Á hvernig hefur að setja þetta? Er þetta Fannar? Jó. Þetta er hægri bakvörðurinn sem komin ofan í markmanninn. Þetta er svo óeðlilegt. Annar mörk, Hauka skorar leikmaður nr. 4, Fannar Óli Friðleifsson.
Sali Heimir aðeins að fara yfir þetta með aðstoðardómarunum. Herðu, Atli misti mólan Nei, í malbyggið. Ég ætla að sjá hvað hann setja hann upp sig. nei, hann tekur nýjan. Ok. En skrítið mark, við Já. sáum Gunnar Örvar í sinni uppáhaldsstöðu. Hann gaf Jón Erlends Nei, Það er svakalegt. Það er það sem ég kalla power move. Jón Erlends heyrir þetta, hann er líka að hlusta á leikinn þetta. Haukar að vinna Heyrðu, boltan á þetta stað og er- gefum boltan á með Gísla. Gísli er að koma Haukum bara inn í 3-0. 2 mörk á nánast mínútu. Já, þetta var ansi stutt á milli þessara marka. Við vorum ekki eins og búin að fara yfir markið. Nei. Það var svona ennþá að melta sena markið. Nú þarf að káa menn að sparslísfrungutar. Elli hendinu upp. Já, heyrðu, þetta var Elli er mætt með móla handa okkur. Það er stemming. Nei, þetta er bara nammi. Ég held að þetta væri brjóssykur. Erum við að fá eitt brjóðsöku líka? Ég tek Ég hana. skoraði ekki neitt mark, ekki gefa mér nammi, ég er að reyna að skera eitthvað. Já, ánægð með. Ekki láta mig sjá þetta, sko. Thank you, Elli. Stoppaði leikinn, dómari. Stoppaði leikinn. Þetta var Ég mistaði þessu mjög ljótt. sem ég farið með yfir eitthvað gerðist það, ég sá þetta ekki. Hann þarna Nú þarf ég, af því að ég er ekki kunnugust aðháttum hérna. Hvað heitir hann þetta? Var þetta Daniel? Miðvörðurinn. Daniel. Já, Daniel Freyr. Já, rennir sér í tæklingu, nær Já. boltanum og þarna Gísli ætlar að hoppa yfir hann og fer með hnéð beint í ennið á honum. Æ. Ég veit að það er alltaf ótrúlega leiðilegt að sjá svona meiðsli, en það er ótrúlega gaman að sjá Ellert hlaupin á völlin. Já. Það er alveg yndislegt. Hann er með nammipókan með sér óvart. Hann tók ekki klakan. Nammið. En aðeins að fótbolta, strákar, hvað kom eiginlega fyrir en að Haukar bara nánast gera út af hérna leikina á 1-2 mínútum. Fannar Óli Friðlisson skorar eftir eitthvað klafsir í teignum og Gísli þaustu sig bara strax aftur í baki á þeim. Það kom bara fljótlega eftir miðjuna. Þeir bara Algjörlega bara að missa boltan hana. voru að færa boltan í afturslínu og mistu hann á miðjum vellinu þar sem vilt alls ekki missa boltan. Já. Og Einn á móti einu móti Tómasi. arkitektinn að þessu báðum mörkum, Gunnar Örvar. Rángstæða. Dotti var með, ég held hann að ætla að skjóta í fyrramarkinu. Gaf hann út fyrir, boltan endaði á Fannari. Já. En þetta er orðin brekka fyrir káamenn. Já, er skemmtilega að spila. Gunnar Örvar flott að skalla niður á Óskar og Óskar kemur hann ekki fram með fyrsta manni. Já, ég held að Dotti hafi verið að reyna að skjóta honum hana. Já, Tóka með vinstri. auðvitað skorar Fannar Óli sjálfur. Já, við vorum að ræða það í mitt en í byrjun leiks að hann er orðin ansík graður í þessi mörg. Bara hvað hann sé að gera þarna sem hægri bakverður skil ég ekki. Tapaði bolti beint fyrir á teginn. Og aftur er að tapa hann á skrýtnum stöðum. Carlos keyrir úr pressunni. Carlos reynir að finna binna hana, gengur ekki. Gísli hérna. Já. Mikið plásum sem hefði getað snúið bara. Já, það er svolítið svona að mynda svolítið plássan á milli varnar og miðju. Gunnar með sterkt stökkana en nær ekki að stjórna boltanum. Það var að skalla hann á háum punkti, þannig að hann er ekki stjórnum nógu vel. Já. Haukar bara heppnir hana. Hún vilt ekki leyfa þessu manni að skalla í teg. Nei. Bara alls ekki. Það er bara stránglega að manna. Sá það bara í öðru markinu að hann byrjaði að skalla til liðar, leggja hann upp. Já. Gáðan á að spila stutt í annarskipti í leiknum. Þetta er örugglega svona 10. eða 12. markspillan sem við fá. Þetta eru allt í lagi boltar hana upp öllin, milli línna, en það verður að gerast eitthvað eftir það. Það er ekki búið bara að gefa hann og fela sig síðan. Sali Chester hann að fallaði fyrir Anton. Sali skólaði með hans til á Spáni í skallatennis. Já, hann er einn sá besti. Hann er bara svo besti. Já. Því miður. Það sem hann er góður í þessu, alveg óþolandi. Þetta er bosníski skólinn sko. Já. Óli gerir þetta skemmtilega og kloppar hann á Óskar en Nú aftur ná K.A. ekki að tengja sendingar. Nei. Mílás Hálpartina áhorfandi. Það er bara að borga sinna leikinn. Já, það er ekki mikið búið að vera að gera hjá hann eftir að
Þórður átti hann að skallan. Snæmi í leiknum. Já, hann er brotið á Óla. Nú spyr ég, þessi hvítu fánar þarna, eru þetta KF-fánarnir? Jú, þetta eru KF-fánarnir. Ok. Maður sér það ekki í þessum vindi? Nei. Ká á heimavelli, svo erum við búin að taka fram fyrir ykkur sem voru að koma inn á streymið. Það voru Fannar Óli Friðleifsson, Gísli og Arnór sem skoruðu mörkin fyrir Hauka. Tvíburarnir og bróðurinn. Ég verð að segja, mér fannst K.A. þeir komið hérna út 1,5 tíma fyrir leik, allir í jakkafötum, eða skyrtum, mjög flottir í tauginum. Getið séð það inn á Instagram síðu K.A. Gaman að sjá menn taka þessu alvarlega. Viðtal við þjálfara og fyrirliða fyrir leik þar. Algjörlega. Ég held að sé líka viðtöl við Carlos Sainz inn á Instagram síðan hjá þeim. Mæli með að menn kíkja það. Með Carlos Sainz ertu að tala um sjálf að þig. Þarna... Í K.A. Grand Prix á Spáni. Já, það gekk ekkert sérstaklega hjá þér. Það sko, ef við förum að segja þetta, þá gekk ekkert sérlega vel að rétt hjá þér. En ég bætti mig. Já, frá degi 1. Það er nú fyrir öllu. Og ég hef ekki oft farið í go-kart, þannig svona meðan við allt, þá var þetta bara ágætis framistæða held ég. Já. Má líka gleymast, ég tók fram úr Donna á síðasta hringnum en við vorum að taka auka hring og þetta var allt saman vesið. En maður þannig svo sem kannski bara að vera, hvað segir maður? Ég veit það ekki, ég datt svolítið út. Já, Þú er sko... þetta gekk ekki illa, en þetta gekk ekki vel. Nei. Doddi er náttúrulega ekkert eðlilega góður í go-kart. Hann var að æfa. Í alvöru? Já. Hvað er þetta að æfa go-kart? Heyrðu? Frábær sendingin tegin, Danni skallar hann upp í lofti. Hvað ætla Óskar sér búið að koma með margar sendingar? Alli, já, þarna. Alli, on the volley, eins og menn segja. Máli hérna með bolta. Innanvert læri á Carlos, fann fyrir þessu. Hauka byrja bara aftur, K.A. hreinsa. Binni kemst inn í sendingunana, en nú er Óskar hérna með boltan. Finnur Skúla allir þrýningi við hann. En hann dettur fyrir Gísla sem að á... Já. Sendingu hann að... Tómas gerði svo sem vel. Algjörlega frábælega, eiginlega bara erfið bolti fyrir hann. Gunnar er farin á stað. Gunnar er farin á stað. Ekki blikka augunum og missið af honum. Aldrei breykja Antoni. Þetta er svakalegur sprettur og dómari! Já. Gunnar var ekki neitt fyrir sín snúðana. Þetta var einhver bara 80 metrar sprettur bara. Á undir 10 sekúndum. Þetta var svakalegt. Maður má ekki blikka augunum og missið maður að manni. Það myndi bara á Gareth Bale. Já. Upp á sitt besta. Tottenham Bale, er það upp á spiliðin? Já, klálega. Ég er eiginlega ósamlega, það er Real Madrid upp á spilið minn sko. Langt skemmtilegast á típan sko. Vann bara alla meistarandi titla og spilaði sig bara gólf og sagði halda kjatti. Hann hendi bara í hjólest í úrslitunum og ákvað bara... Vannmetinn hjólestu líka, þetta er næstu hjólestu sem ég séð sko. Já. Og fór síðan bara í Kaffe og Síkó. En ég hef vel til svona vítið hana, það hefur verið gaman. Ekki það að þetta var brotsamt, en það hefur verið gaman. Þetta var svona alveg á mörkunum sann sko. Já, hann fer í baki á hann, hvað á Gunnar að gera hann? Hann getur ekkert gert, nema bara það sem ég hefði viljað sjá væru viðbröðin hjá alla ef dómar hefði bætt út á það. Já, það er líka svona það sem er óskættið. Að ná það til að sturglast. Dótti við vonda sendingu hérna. Ég verð nú alveg viðkynna það, maður er alveg smáfarinn og vonast eftir að K.A. skori, setja smá spennu inn á leik. Já, hleypi lífið það. Það var ansi skrautlegt þegar Alli og Gunni Gunn voru hérna saman í miðvörnum í den. Tveir gjörsamlega hauslausir. Það var oft bara... Ég var einmitt að horfa á KR Fram. Þar ætlaði Gunni svoleiðis að hjóli Kenny Choppard sko. Það er ótrúlega gaman að honum Gunna. Hann man aldrei eftir þessu, hann sér bara rautt og man hann ekkert eftir. Hann bara sónar út. Voru þeir ekki þrír stundum, voru þeir ekki þrír á sama tíma? Alli,
Gulli og Gunni, Jú, eða ekki? Nei, Gunni var farinn þá. Eða það? Já. Var hann farið þá, þegar hann kom gæti aftur verið. hann þá? Já. Gæti verið. En hér er Fannar með Herðu. góðan kross og svo. Dotti hoppar aðeins og snemma, missi ekki þetta aðeins. Hann held að geti bara hoppað og boltum myndi koma, skiptir engum máli. En og aftur, ná káamenn ekkert að reynsa boltan almennilega. Þetta er skemmtilega að spila. Anton lítur út þess að Prime inn í erstaðna. Dotti með skiptinguna. Hann reynir að skalla hann á Gunnar hann í bóksinu en næði ekki og Tómas fær hann aftur að sparka í boltan. Eitthvað, Mínúta eftir að meðlulega leiktíma. það er sennilega ekki miklu bætt við. Nei, það var smá aðna höfum við sláðan en ekkert til þess að tala um. Nei. Freyr er ekkert að fara að tapa þessu skalla boltan. Nei, hann er búinn að hafa betur í þessari baráttu við Sindra. Þetta er upp í hóðnið, Arnór horfir inn í teginn, kemur með hann. Á Gunnar. Beint á Gunnar sem ætla að fara að taka við honum hann að komst ekki í skotið. Flottu snúningu hann á að binna. Þetta verður káamenn að nýta sér. Það er bara enginn með þeim. Óli heldur ákveðlega í boltan, býður eftir einhverju. Það er lókum bara að skilja honum niður. Já, það var að gefa líka Haukamönnum það. Þeir eru sko þarna þeir eru búin að mæta mjög einbeittir og svona. Algjörlega 100% samanlega. Já. Það hefði verið auðvelt að mæta illa stendur í hennar leik. Já, og svona kannski vanmeta anstæðingin en þeir eru búin að svona sinna þessu verkefni bara á mjög þrosku framstæða. Já. Alveg 100%. Já, allir lítur á að fara yfir þetta. Þú sér að þeir eru allir að verjast. Já. Það er Carlos, góðan snúningana. gaman að sjá hann sem ennþá taka hennar séns og ég geta nokkur sinnum hann inn á miðunni. Já, Gunni með sérstakar sendingana, það var enginn hanna. Sali Vill fara í hálfleik. Já. Hann vill fá að tala við sína menn. Já, endurskipulag. Við sjáum það bara gerast. Hann vill fá að endurskipulegja rétt hjá þeim. Dómari lítur á klukkuna. Sendi flautun upp í sig og við erum farin í hálfleik. Þið farið og fáið ykkur kaffi eða vatnssopa. Við ætlum að gera það sama. Við komum aftur inn í seinni hálfleik. Algjörlega.
Við erum on. Sko, Já, tvær. Jakob er að hámið sér hambúrgara, þannig að Einn skipting á hvoru liði hálfleik. Já. Dabbi sig komin inn á og Óskar fór út. Þannig að við sjáum núna daginn kombóið inn á Alla og Davíð. já, hefur eitthvað kíkt á daginn? Veistu, mér líður eins og sem var búinn að borða þarna. Ég er búinn að sjá margar myndir Já, af þarna avokadóbrauðinu. avokadóbrauðin, klika seint. Myndast líka vel. Já, Það er spáður í því. gerir það sko. Herru, K.A. gerir líka skiptingu. Þú kannski ferðið við það. Já, Viktor Gauti kemur inn á í vinstri bakvörðin fyrir hann Gunnar Hilmars. Viktor Gauti, hann er bara nýkominn yfir í K.A. Hann hefur verið að æfa og spila, já, aðalega að æfa með haugunum í allan vetur. Þannig að það hafa verið svona fróðilegt að sjá hvernig hann pluma sig. Svona nýtast venslafjölug vel að þú veist, ef menn vilja fá mínútur í meistaraflokki, eru kannski ekki að fá það með sínu liði. Já, Það er ekkert að því að fara bara lán til liði sem er contender í að gera eitthvað í fjórðudeildinni. já, algjörlega. Það er bara sterkt fjórðudeildalið sem K.A. er. Já, Þannig að algjörlega, flott umgjörð líka hjá þeim og frábær boltinn. Spjöllum aðeins við Fannar í fyrirleik. Hann sagðist að hafa skorað þetta mark. já, Hann sagði að það eru fáir bakverðir sem skora jafn mikið og ég. það er alveg eitthvað til í því. Sælir, ég mættur búið með hambúrgaran. Hvernig var hann? 0-10. Hvernig með það? Herru, 8,5. 8,5. Ég var ekki um það. Hann var ekkert eðlilega góður. Geðut. Það, ég vil líka verða að hrósa sjópunni. Það eru einhverja stelpur Það eru eða stelpunum fínar mínar. stelpur. Þetta eru stelpunum mínar. með Jésús, allt hvað það upp á standa 10, sér vel. sko. Já. Það er bara... Ég bara kem alltaf orðum yfir það hvað þær eru flottar hana í sjópunni. Þetta eru snillingar. Ef þú ert að horfa á hana leik og hefur aldrei komið inn í sjoppuna og stiður hvorki Hauka né K.A. Kottu bara til þess að fara í sjoppuna. Bara, ef þú hefur ekkert gana hófólta, Já, kottu í sjoppuna. komdu í sjópuna, þetta er líka upplifun. Sko. Ég meina, hvað eru margar sjoppur til núna? Það er Ekki margar eins og þessi að það... Svo er hægt að fá villikött. Já. Þú fannst hann eitthvað ekki, en hann Nei. er í leyniskúfunni minni, sko. Já, það var líka allt brjálað að gera. Ég get að biðja fólk um að fara að leita í einhverju leyniskúfu. Nei. En villiköttur er, þetta er vannmennast svona súkkulaðistykki. Ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig að smaka þess þegar ég var hrylskilin við. Sko. Ég skal bara lýsa því fyrir þér. Þetta er svona, Og er þetta svo staur eða? þetta er semi eins og staur, Já. nema þetta er ljós súkkulaði, svona þykkara súkkulaði, staurinn er mjög þunnur. Já. Og í staðinn fyrir eitthvað svona hvíta fyllingu, þá ertu með karamellu fyllingu. Nei. Geðveikt. Er það ekki að grína? Þetta er svolítið eins og hraun Já. með karamellu fyllingu. Sítansnúningur hana í miðji súkkulaði lýs ekki á fripparanum. Og hörðu, Brottu bolti og... þetta er víti! Nei, hann fyrir allt og neðalega Sindri. Jæja. Þeir geta ekki verið að biðja neitt hana því miður. En maður verður alveg hrylskilin. Ég sá að dómarar er komið frekar seint út. Ég sá að Sali stoppaði á hérna við hotfónan og fór yfir ýmis mál. Já. Sali elskar að fara yfir málin. Já, hann líka baði um fjöltengi í ákvæmstlun á hann. Af því að hann var með 3 hárblósara. Bara ein stúka. Sali að fá útskýringar á þessu en að réttilega ekki dæmt neitt. Sindri beigir sig allt og mikið til að geta réttlætt eitthvað brot hann að Arnór, ég gerir vel. Gunni skilur honum vel frá sér og Fannar lítur upp í teginn. Kemur með hann bara Sparkar beint í andlitið á Viktori. Beint í trínið. Hann sagði velkomin ásvöldi með þessu. Velkomin ásvöldi. Takk fyrir stoppið. Hann var kominn svo langt niður. Jú, við erum búin að fara yfir það, ekki neitt. Ekki viti. Í miður. Já. Þegar hann bara nota fótinn. Sali Heimarabíu var, við gefum honum bara sem hann vill.
röndum yfir þetta, ekki víti, Já. niðurstaða. Og hann sagði, við treystum var. Hann hefur oft tuðað meira heldur en þetta. Já, hann fer ekki að tuðja okkur. Það fer ekki tuð í var, það er bara hannig, því miður. Sjáum Tóni með skemmtilegan snúning. En, já, veit ekki hvað hann ætlar að gera. Hann ætlar að fá sér hólspinnu. Já. Á reynistöðinni. Já, nú Óskar Borg farin út af. Er Davíð bara komin í vinstri vængbakurinn, eða hvernig er það? Nei. Tóni er sennilega í vangbækjunum og Já. Davíð hann er vinstra megin. Tóni hefur aðeins verið að spila í vangbækjunum. Eða? Já. En fyrir veit svo við byrjum bara aftur í boði Sushi Social, hver skora markið þessu hólspinnu? Það er að sjálfsögðu Alli Sindra. Sjá? En tókuð eftir nýja skiltinu. Alveg út í enda hérna. Já, hver er þetta? Þetta er Dómus. Ársæll? Er þetta Dómus? Hann er svona sem Mona Lisa, sama hverju horfir á hann. Þá starar hann í- Þá er hann já. að horfa í augun á þér. Þetta er svakalegt. Þú er ekki að segja mig frá þessu, sko. Nei. Nú er ég bara í einhverju störukeppni við Ársæll. Ég get ekki hitað upp í þessu horni. Það er bolti. Danni er sterkur. Gunni framlengir þetta. Já, mér sýnist Gunnar Bentur að koma í hægri bakvörðin og Þórir Eiðstanna í miðvörðin með honum Danna. Smá breytingar. Hérna Tóni. Carlos tapar boltanum á hættulegum stað og Gísli í stöngin á Fannar. Fannar var tilbúinn að pota þessum inn. Í stöngina og aftur fyrir hinum einn. Það er ekki átt sem að sé þetta. Nei. Mikil snudd á boltanum. Já. Ég er að fá smá hálsbólgu. Já. Það er eitthvað influensa í borgarniðinum. Nei, hún kom undir ekki þaðan sko, ég vaknaði með hann í morgun. En sá minna að Dabbi kemur á siglingunni. Þetta er góð bolti. Þetta er góð bolti. En Danni enn og aftur fyrstur á hann. Sá ekki alveg hvað hann dæmdi á en einhvað var það. Örugglega á Skúla. Já, sýnt það. Það er mjög auðvelt að dæma svona. Já, þeir spila bara út í þessu. Óli. Nú bara getur snúið hann að Já. setja bara liðsfélag sinni í erfiða stöðu frekar. En ég er að ruggla. Gunni er bara hann í Já. miðvörunum. Þeir hafa bara svissað hana. Hann er að finna Sindra í gegn. En eins og við töluðum í byrjun, Alli er klókur. Já. Lesi þetta allt saman bara. Já, Binni með fína snúning en Nóri mættur í hjálpavörðina. Sjá Fannar. Já, Dabbi sér hann. En aðeins svo lengi að þessu. Máni veit að honum. Það er lítið búið að fara fyrir Mána. Það er lítið þurft að gera. Já. Hann er ekki í þessum skallaboltum. Hann er bara búinn að standa samt vaktina Já, bara solid. mjög svolít. Gísli og Fannar spila hennar vel á milli sín. Fannar kemur með hann fyrir, þetta er ágætis bolti. Já, vel gert til Tómas Anna. Gerði þetta vel. Fær eitthvað aftan í læri síns mér. Aðeins í meðminna. Ég held nú að ég sé varmarkmaðurinn. Það getur verið að ég þurfa að fara inn á undirbúið bara fyrir það ef það gerist. Þú er klár með markmannshanskana. Mér finnst best að vera ekki hönskum. Já, ég er líka með krakka hanska í bílnum, skottinu, fyrir þá sem vilja prófa markmannshengar. Láttu nú ekki svona um mig. Já, fínt bolti Anna. Þannig að það er að skoða höllin. Já, góður snúningur hjá Óla. Skilir boltanum vel. Nú vantar bara utan á hlaup. Hvað? Já. Það er þetta... Þetta er bolti. Já, og Sindri! Úff, Ég fæ Mílos. alltaf í magan þegar ég sé svona. Já. Mílos óhrættur. Sindri hann bara líka, ég var smeykur að þetta er ykkur álut saman. Það málega er að Mílos þekkir ekkert Sindra. Nei, hann veit ekki hann er snar geðugur. Herðu, Sjáðu, þetta er vondu bolti á Dabba. Og já, þarna sjáu Sindra í sinni réttu mynd. Endur í góða tæklingu. Þetta þurfti að gerast. Dabbi bara heppinn hann að Mílos var á tánum. Já. Það geta farið verð. Ég vil að sjá Mílos vippunum yfir hann að taka svo stuttan. Ég er mikill áhugamaður það. Hvað er krosslaupið?
Það eru auðvitað 5 skiptingar hér í dag. Leifið þar. En einungis í 3 stoppum samt, held ég. Jú. Alveg hvað eru þið ykkur teika á þessu reglu? 9. 5 skiptingar. Bara skít sama. Nei. Mér finnst alltaf að eiga að vera frí markmannsskipting. Ég ætla bara að henda hérna. Hvað sé þið? Nei, þá færði ekki þessi moment þar sem að, þú veist, John Terry eða John O'Shea eða félagar í markinu, sko. Það er nefnilega skemmtilegt, sko. Fá að halda þeir geta eitthvað. Já, Kyle Walker. Já, reynda Kyle Walker. Hann er náttúrulega 3. markmaður. Já. Það er bara gaman að sjá það. Sjáum aðeins, tempóið aðeins farið niður. Skiljanlega, Haukar í þægilegri stöðu hérna. Hann er alveg svakalega góður þessu að Gunnar var með varnarmanninn í bækinu. Já. Gott höll svona í Antoni. Orðurinn teginn. Já. Gísla sem skilja hann með bróðið sinn sem getur skotið í sáum áðan. Slæsa hennar þó. Káamenn verður ekki að með ekki leiður að skjóta hann að skoraði ansið auðvitað í fyrri hálfleik. Hann getur sett hann sem hann vill. Já, það er tíman. Algjörlega. Anton sterkur hana. Og sjáum Gísli með mikinn tíma hérna fyrir framan teginn og Fannar mættur í hlaupið. Nei. Hvað í ósköpunum? Það var sending. Nei, hann var að skjóta. Þetta var ekki sending. Þetta var skrýtnasta skot sem ég hef séð á ævi minni. Þetta var mjög fyndið, ég er sammála því. Annars það gefa hann Ársæl, ég sá það. Þess að Ársæl gerir hann fyrir hausinn að þér, mátti að ekki lítið upp. Já, hann horfði í augunum á Ársæl og bara... Sá ekkert annað. Gleymdi staðarstund, Hauka på hotspinnu, það er innsving. Það er Dotti, segur en sjáum Carlos. Gunni getur farið á breykið hana. Þetta er bara þetta sem við viljum. Já, 2 fljótir, Fannar og Gunnar. Já, góð skæri en frábær varnarleikur hjá Fannari. Fær meira segja markspyrnuna. Ég held að það var þetta víti. Nei. En frábært dæli. Já, hann bætir upp fyrir þetta hræðilega skot. Er Gabriel Hayes búinn að skora 4 mörk? Svakalegt. Það er svakalegt. Fyrir áhuga með mennska boltan. Gabriel Hayes búinn að skora 4. Við erum með puttinn á púlsunum hérna á Hauka TV. Er þetta svona leikur sem að þið myndir prófa eitthvað? Þið eru komin 3-0 yfir, annar deildarlið. Já, ég held að þeir hafa gott að reyna að stjórna einhvern leikjum, sko. Já, bara svona og taka hans yfir, sko. Skerpa áherslum. Þeir eru að spila móti liði sem er í 4. deild. Þeir eiga ekki að stjórna þessu svona eins og nokkur með vilja. Viktor fer hann í þrýningi með Gísla. Það er oft gott. Ég verð að segja líka að það er búið að vera vel dæmdur leikur. Já, við erum alltaf mjög mistu orðið. Viljur til að hrósa dómarnum. Já, og við erum sanngjarnir líka, sko. Já. Ef þeir standa sig illa þá látum við það alveg vita, sko. Algjörlega. Og gaggrínir. Já. Gaggrínir líka. Já. Við erum fastir, en við erum fair. Algjörlega, sko. Ég vil að sjá þarna, Gunnar aðeins þarna. Já, Ísland síðan. Smá svona íting. Tómas taka hjálminn á honum. Stríða honum aðeins. Viktor hérna með erfiða sendingu. Skúli hlaup, nei. Já, brýtur hann að lína vel, finnur Dotta. Aðeins fyrir aftan Skúla, en... Gerir þetta vel samt sem áður. Já. Það er ekki nægilega góða skoti, en gerði ágætlega úr þessari sendingu. Þetta er sem Arnór er góður í brjóta línur. Já. Finna menn í góðum svæðum fyrir fram af Arnar. Ég sá það í hálfleika að Óskar sem er í liðsstjóri Hauka fór með kaffibollu upp til dómarana. Já. Haldið að það hafi verið eitthvað? Það er alveg eitthvað sem hættir að skoða svona, sko. Já. En flottur bolti á Gísla og kemur hann aftur inn í
Danni gerir vel eins og að skalla hann í burtu. Aftur vel dæmt. Já, sammála því. Haukum að fara að hitta upp. Þannig sjáum við Daniel Snorra með buffa á höfðinu. Hann veit ekki ennþá hvernig þetta virkar. Og þetta koma. Gunni missir boltan hann á vondum stað en Danni bakkar hann upp. Sjáum Gunnar er ansi sterkur, þetta er kannski ekki mjög fair baráttana. Gísli fyrir á hægri, snýr aftur á vinstri, að vill fara á vinstri fótinn. Fannar, lætur hann fara. Hann seldi mig bara í næsta gám sko. Gísli með skiptingun Góð yfir. skipting en Þóri leist það vel og nú geta K.A. breykað. Verður þær að nýta sér þetta. En hraðasti maður er að hann er ekki alveg að koma upp. Nei, en Þóri er líka öskufljótur. Algjörlega, Sjáum að, þetta er Óla og Haukamenn búin að skila sér allir inn að já, en finnur byrjunina úti vinstri hægra megin. Sendingin er alveg nógu góð og Haukarnir díla bara vel við þetta. Er einhver longthrower þarna? Þekkið það? Einhver sem getur- Sindri getur kastað átt sko, Já. en hann vill bara vera inn í bóksinu síðan sem er. Sýnist K.A. að vera að undirbúa skiptingu. já, Aron Hólm er að gera sér kláran síðan sem er með K.A. sagði ekki Haukar. K.A. þá, Sindri leiðin út af en hann vill ekki fara út af. Sindri neitar að fara út af, en, já, Sali betur á að fara út af hinum megin. Hann vildi það ekki, hann vildi labba fyrst út á miðju og svo út af hinum megin. já, sérstakt. Kemur leikmann nr. 20, Sindri Hrafn Jónsson. Inn á kemur leikmann nr. 10, Aron Hólm Júlíusson. Það segir mér þannig að þekki ég ekki. Aron Hólm, Aron Hólm skemmtilegur karakter. kemur úr akademíunni. Já, Ég held nú reyndar að hann hafi byrjað eitthvað annar staðar og komið síðan. nei, ég held að það hafi verið einmitt öfugt, sko. Einmitt öfugt, hann Já. byrjaði og fór og kom aftur. Já, stoppaði stutt við í Stjörnunni, það ég held. alveg rétt. Hann er ágætis leikmaður á deginu sínum. Já, hann er naskur fyrir frammarkið. Já, þetta er K.A. vel gert hjá Ólaðana. Ég veit ekki með hennar alveg, ég hefði haldið Sindra inn á í svona leik. Þegar Já. vorum að berjast eitthvað hana. Þetta er nú algjör óþarfi hjá Aron í skóla. Spjaldaði bara mannin. Þetta er bara óþarfi. Já, Carlos er ekkert smá næskæði sko. Já, og svo er það líka það. já, ég segi fyrir með buffum af þetta leik. Það fyrir enginn að hýta Carlos okkar. Til að veiða góðu manni. Já, Ég þekki Carlos rétt að labbar hann og segir þetta er allt í lagi. Þó að hann byrðir ekkert afsökunar. það er mjög líklegt að hann byggðist afsökunar. Fyrir ekki þetta. Jú, við býðum eftir Aroni fyrir utan klefan. Jartengimann. Gísli Nei, ég þetta segi hleypir svona. bara á alla. Það verðist enginn vilja koma nált honum. Reynir að skilja hann út af Fannar. Og við sýnist þér fá hotspinni í verðlaun. Já, Ég er ekki frá því að Lexi Torres sé að klæða sig úr. Það er alveg verið böllur. það er rétt. Hann kallar ekki allt ömmu sína. Nei, Þannig að Sali vill greinilega fá smá hörku í þetta. algjörlega langur bolti hérna yfir og Viktor Gauti gerir vel hann að skallar þetta út. Við erum að brjóta alla reglur þetta með að fá okkur tyggjó Er það að fá okkur tyggjó? í þessa leiknum. Vitið þið ekki neitt eða? Ef ég heyri ykkur smjata þá slæði ég ykkur sko. Já, bara lætur okkur vita. Við vorum að hendi okkur kaffi. Já, maður verður á þessu tyggjó, veitir það. Já, Eðlilega andfull sko. já.
En þetta búið að vera svona, já, skemmtilegur seinni hálfleikur. K.A. bara búin að koma nokkuð brattir í innan seinni hálfleik. Þeir bognuðu í fyrri hálfleik, en þeir brotnuðu ekki. Algjörlega. Ég talaði við Hauk Björns í hálfleik. Já. Hann sagði að, ég spurði hann hvað heldur að Sali sé að fara yfir í klefanum. Já. Hann sagði, þeir eru ekkert svona góðir. Flottu bolti og Aron. Þetta er eiginlega bara frábært mark. Já. Við verðum að gefa þeim það frábært sending en ég misti alveg hver áttunarsaðan, sáu þið það? Þetta var Arnór. Arnór. Já, frábær sending og góðu skalli á Arni Skúla. Frábær skalli. Ég sá Carlos fagnaði svo óvart þegar hann heldur svo mikið með Aron Skúla eftir þetta áðan. Það var leikmaður númer 11 sem skora mark Hauka, Aron Skúli Brynjarsson. Það var það stóra spurningin, kemur Ellert með eitthvað slik handa okkur? Sýnist ekki. Nei, hann er í pílu. Já. Hann er svolítið á fílupúki. Breyting á sínu liði út af kemur leikmaður númer 14, Gunnar Már Þórðarsson og inn á kemur leikmaður númer 7, Alexander Snær Einarsson. Sem Elli er að labba þetta Býttu, jú, hann er að koma með pókan. En hvað segirðu, Jakob, þú ert komin í eitthvað aðhald? Heyrðu, já. Já. Jú. Er þetta keto eða eitthvað svoleiðis spil? Nei, eiginlega ekki, sko. Þetta er ekkert beint aðhald, sko. Hann er bara að svelta sig, það er bara það sem hann er að gera. Þetta er íbúfinn-kúrinn. Já. Tenk bara íbúfinn-töflu er ég komið hausarkórin á okkur. Nei, ég segi svona. En Alexander Snær kom inn á. Já, Það er hörkuleikmaður, kallaður Lexi Torres, gaman að í leiknemi. En Danni hérna, tæp alltaf aðeins. þetta var bara víti, Já. til að vera alveg reynskilinn. Hann hleypur hann bara niður þarna, sleppum við skrekkin. Binni gengur lítið upp hjá honum því miður. Mér sýndist Daniel Snorri vera að fara að gera þessu láran. Já, virkilega, Góða frétti fyrir Hauka menn. já. Algjörlega gaman að sjá hann aftur á vellinum. Þannig að þetta fótbrotnaði mjög illa. Gegn Þrótti Vogum. Reyni Sandgerði. Reyni Sandgerði. Já. Mér líður eins og það hafi verið bara hitti fyrir það. Já, það var ansi langt síðan, sko. Já. Þetta var, Við vorum að lýsa það ekki? jú, við vorum að lýsa. Þetta var leiðilegt. Og þetta Já. var bara hérna. Já, þetta var gjörsamlega galinn tækling. Á prísísunni. Já. En frábært að sjá hann koma aftur. Já. Hauka menn nr. 23, hver er það? Það er auðvitað Baldur Baldur er að koma inn. Baldur Örn Þórarinsson, fættur 2003 ef ég er ekki farið með rangt mál. Já, annarflokksstrákur. Það er svolítið okkar maður. Já, það er okkar maður, sko. Hann er alveg liðsmaður, Baldur. Svolítið skemmtilega með Baldur. Hann byrjaði ekki, þú veist, hann var í marki þangað til í Jaha, þriðja flokki eða eitthvað. þá bara breyta hann. Já, svo mætti ég. Já, og hann sagði hugsaði, bara, þessi er ekki að vera að kenna með neitt. já, Fór bara ákvað að gerast bakvörður. Já. Ég sagði við hann, þú farðu bara í næst erfiðustu stöðu á vellinum þá. Já, bakvörðin. En hann getur hlaupið eins og, enn og aftur samt, fyrir fyrst. já, Tímabil eftir tímabil, þurfum að horfa upp á það. Að Fannar Óli þarf að sitja bara hérna einhvers staðar lengst aftast í hótnum. Eini maður sem skorar í þessu liði, nánast. ég segi að við tökum þetta bara í okkar hendur og heyrum aðeins í alla. Já, látum hann fyrir vita- alveg- Ef ég væri að spila marki núna, þá myndi ég fara miklu fram að Heyrðu. bara út af miðju. Þetta var alveg, sko. Þessi endaði blá lóninu. Það var skvettist hérna saltvatnin á völlin. En já, það virðist ekki duga að við séum að væla yfir þessu í Haukar TV. Nei, Við þurfum bara að setjast niður. setjast niður með alla og bara græja þetta. Það var bara að tala við Hafnarfjarðarbæ. Já, Þess vegna. Fá ekki höllina fyrir en Fannaróli fara bara inn í hornum. Fáum aldrei þessa höll, sko. Skúli er að fara í skotið. Óli, seitt mamma og Danni óvart. Algjörlega óvart, ekkert að það setja út á hann Danna að sparka boltar í andlitið á honum. En Óli hins vegar allt og seitt hafa Já, en þetta er svona, Sjáu Ellert, hann er júlina klármaður. þetta er svona tækling sko þar sem Óli er bara að vernda liðsfjörðan sinn. Já. Hann sér að Arnur Skúli nýbúinn að íta hana eitthvað í Carlos. algjörlega, sko.
Þannig að maður byrjar virðingu fyrir svona tæklingum. Carlos samt eitthvað að íta í Óla núna að segja hvað það gera. Já. Óli bara fyrir liði. Það bara leik. Hann sér sína menn. En nú aftur fáið eins og að sjá okkar mann Ellert hoppinn á völlin. Hann fæst þetta ekkert að gera nema að gefa honum vatn. Honum finnst það skemmtilegast. Bara að fá að vera með. Ég held að kunni ekkert annað. Hann að læra þetta. Hann kann nú alveg margt okkar maður, sko. Fyrir ekki að setja út á Ellert í beinu útsendingu. Skiptingu. Hann segir, hann alltaf með leiðindi við mig, þannig að ég má þetta. Já. Ég nýtan af vettvang. Hann fær í sínu starfi. Fannar að koma út af. Haukar gera breyting á sínu liði. Út af kemur leikmannum 4, Fannar Óli Friðleifsson. Inn á kemur leikmannum 17, Daniel Snorri Guðlaugsson. Þorður. Þeir gera aðra breytingu. Þorður Jón og Fannar út. Kemur leikmannum 6, Baldur og Daniel inn á. Og inn á kemur leikmannum 23, Baldur Þórarinsson. Sjáðu nú á uppsendingin, núna ef ég var í Mílós, þá var ég út á miðju. Ég myndi setja Baldur bara á hliðina og ég myndi bara svípa. Þetta er bara svæðið mitt hana. Gaman að sjá Daniel. Danna taka þetta. Hættur. Leifið Danna taka þetta. Já, ég sammála. Leiði hann að þrykja þessu markið. Bara táan. Táan í markmannsarni. Þeir bræður líklegastir. Já, nú það spurning hvor bróðurinn ræður. Tvíburinn. Hver alfa og hver beyra? Já. Allir þessi að hugsa þess að allir sparki bara óvart báðir. Það alveg líklegt. Já. En ég held að Nóri taki þetta. Já, það rétt. Koma með í völl. Frábæð spilna í slanna og Daniel Snorri síns með skallan hana út af opnu marki. Það var rángstæða. Já, rángstæða. Ég magnaði þessi að Tómas þarna, að bolti fer eitthvað upp, hann veit ekkert hver hann er. Hann hendi bara í blak háverðina. Já. Vonast til þess að fá hann í sig. Það er ekkert annað hægt að gera. Nú aftur við samt að sjá að hvað Arnór ótrúlega góður í fótbolta. Lobbar hann bara hana í slanna óöpinn. Þannig að Danni komin í... Danni með skemmtilegasta hlaupastílinn á vellinum, hann skilur hausinn alltaf eftir. Hann getur líka hlaupið endalaust. Flottur bolti og Aron. Skúli aggressífur hérna. Fox in the box. Óöpinn heimlega bara nánum ekki. Já. Duracell kannínan kom með flotta sendingu inn. Þeir ætla að spila út áfram. Já. Það er ákveðin prinsip í þessu káliði. Það er full auðvelt hjá Valdríu. Gísli með hann á vinstri, hann elskar að vera með hann á vinstri. Sjáum Holm og Máni hann í baráttunni. Og Holm hefur betur. Hún gerir þetta vel. Og pikka honum. Alexander Snæri farinn. Já, vel gert hjá Holmaranum. Skýlir boltanum vel. Virkilega vel gert. Já, vel spilað hjá Kámanum. Carlos aðeins og eftir hann. Danni Sharp nýkominn inn á. Fullur orku. Dórir horfir inn í tegin. Enginn annar mættur í seinni boltan. Gísli fara að snúa. Já, skemmtilega sendingu á Aron Skúla. Hann er þessu leikandi. Lítil tegin, Gunnar Örveit. Mikið pláss. Já, hotspilna. Það er hotspilna. Akkur Baldur að hlaupa hann veit ég ekki. Þetta hlýtur að vera innkast. Já, það er innkast. Já, og þó. Já, mér sýnst það innkast. Já. Baldur. Sjáu Óla, hann beið bara fyrir utan völlin. Já. Máni las þetta vel. Vildi fá hann 1-2. Já. Langaði skot. Góð skipting hana hjá Dabba síns mér. Og þetta er svona Asli on cross. Úf. Við þurfum að fá fleiri bolta. Þeir eru að tínast allir hérna fyrir aftan. Rumar hann bara eitthvað lengst fyrir þau. Þeir eru að lenda á nýja svæðinu sem við verðum að gera, grasvöllin. Já, það er alls konar í gangi hérna á Ásvöllum. Mikil uppbygging. Það er að græja grasvöllin áður en það verður byrjað á höllinni. Stutt hotn, fyrsta skipti í leiknum. Og fyrst við erum hérna í beinni þá getum við kannski fært þær fréttir að það er búið að hönnunin á húsinu hún er klár eða ekki? Er ekki búið samþykkjana? Jú, og hönnunin fer á útboð núna bara lok mánaðar, þannig að erum við ennþá þar, erum menn ekki bara búin að gleyma þessu, þetta gerist þegar það gerist sko. Nei. Nú er Daxley að gerast. Menn hafa sagt þetta áður. Nei, nefnilega ekki. Ekki? Nei. Ég var mættur hérna á afmæli Hauka, það var Rósa Guðbergs búin að... Já. Ég hef alveg farið í nokkur
svona opnunarpartí sko, það er ekkert gest sko. Jakob, við verðum að vera svolítið jákvæðir hérna. Það er bara erfitt í svona aðstæðum. Það sem öllu er lofað og ekkert gerist. Eigum að hendi í veðmál? Núna er skemmtileg skipting, strákar. Já, mér finnst það tvöföld skipting. Við klárum þetta veðmál eftir þessa skiptingu. Já, við förum í veðmál eftir þessa skiptingu. K.A. er líka að gera skiptingu. Það er Carlos út af. Sævar inn á. Herðu. K.A. gerir tvöfaldabeitingu sínuli. Út af kemur leikmann nr. 6, Carlos Magnússon Ravelo. Binni. Inn á kemur leikmann nr. 9, Sævar Óli Valgeirsson. Binni. Einnig fer leikmann nr. 13, Brynjar Bjarnason út af. Og inn á kemur leikmann nr. 11, Luis Lucas Antonio Kabambe. Ok. Ég verð bara að segja ykkur eitt, þarna töfin á þessu var út af svona umhverfis. Já. Þú þurfum að fara að gera umhverfismat. Það er alltaf eitthvað. Allt í einu voru einhverjir... Það búa álfar þarna í hrauninu sem má ekki raska. Já. En við... Vá hvað við erum komið langt í afsökunum. Nei, sko... Það er bara þannig. Þetta er friðarsvæði, þetta er varpsvæði. Já, ég veit það. Ótrúlegast að fólk var orðið einhverjum þvílíkir umhverfisvendar sinnar bara eftir að heyrðu að það ætti að byggja hús þarna. Já. Og það eru álfar og huldufólk hérna á Ásvöllum, við vitum það. En... Við höfum séð þá. Það er ljósa slökna. Eigum að hendi í veðmálinu beinni? Já. Ég vitni. Hvað eigum að segja? Sumarið 2022? Núna bara í sumar? Nei, 2023 segi. 2023. Já, ég skal... Fyrir sumarið 2023. Það verður að klárt. Að það verður leikur spilar eitthvað æfingarna inni? Já. Nei. Ég skal... Haustið 2023. Ekki vera að bakka úr þessu. Ég er að gefa hérna... Sérðu fljóðlösun okkar, það er búið að girða þau af. Það er það fyrst að fara að laga þau. Ok, ég er náttúrulega bjartsýnismaður að eðlisfari. Ok, sem ég kátt þú með eitthvað svona raunhæft. 2024. Ok, ég ætla að segja allavega fyrir lok 2023. Þú mátt segja það sem þú vilt, ég skal taka þessu öðmáli við þig, engar ágjur. Fyrir lok 2023. Já, ok. Ég var að setja, fyrir út að borða félagarnir ef þetta gengur það, ég skal borga fyrir þig. Já, og ef þetta gengur ekki þá skal ég borga. Já. Það ekki bara? Jú. Það var bara slegið. Bara slegið. Við erum með þetta fast á filmu. En hér er... Góður bolti reyndar. Vanda ekkert dýrbóðan. Þarna hefði Carlos verið, hann veit alltaf hvað boltin lendir. Nú er 2-2. Já, þetta er... Sjáum það er líksil. Með mikið plás, hann endur á að senda hvernig ég... Vel gert hjá Danna. Átan. Ekkert brot saman að því. Talandi um akademíu. Þetta koma 2 leikmenn. Já. Andri Steinn og Lótari. Já. Virkilega efnilegir leikmenn. Haukar að nota síðasta stoppið sitt eða ekki? Jú. Þó er náttúrulega hann í hálfleik. Jú. Hanna... Já. Af hverju ósköpunum setjar ekki boltan inn fyrir á Anton? Bara... Já, Lewis. Geggjaði varnarmaður og allt það. Hraðin er ekki með honum, en mér sýnir hraðin í Lewis vera töluvert meiri. Já, hann er snöggur, hann Lewis. Það Káamenn er að þóra að spila aftast. Það er gaman að sjá. Boltinn er miðan á Ólaf. Það hlýtur að vera, þarna. Góður bolti svo sem. Frábær bolti. En Mílos... Ég vilja kalla hendi þarna. Bara svona upp á fönnu. Já. Sett allt í uppnám á bekkinn, 2 á leiðinni inn og annað þeirra hefðu þetta að víkja. Alltaf. Setja press á alla. Alltaf að byrja eitthvað. Það er rétt. Taka dómaran úr jafnvægi. Ég hef verið mjög duglegur að fylgjast með hvort markmenn séu með hendina fyrir utan vítateig þegar þeir taka útspörk úr höndunum. Það er bara, heyrði. Já. Þarna skilur hann bara inn á Davíð. Lítir upp, langar að koma á langan. Finnur Danið hérna sem er mikið svæði. Það er bara að horfa upp völlin og ákveða sig. Gísli er hérna að veifa höndum, vill fá hann. Ná vinstra megin. Danni ætlar að krossa þessu. Þetta er ágætu bolti. Já, Tóni nær að snúa hana. Sterkur hana.
Hvað er að frétta? Hann er Á, hörku tæklingana. Og Gísli verður að koma með Gunnar Örvar. En Danni sterkur. Já, Danni er bara búinn að eiga nokkuð góðan leik. Sammála því. Búinn að vera mjög öflugur. Sjáum hérna, Baldur. Alvöru hæð á Baldri. Já. Hvað ættu giska á? Ég veit alveg setja 1.90 á hennan. 1.93. Hann er kallaður Tindátinn. Í klefanum. Þetta er segt. Það er að ringi þig fremur til meiri útsendingu. Já. Það veit fólk ekki að þú ert í... Hvað er að frétta? Slökkt á símanum. Ég er að reyna. Hver slekkur á símanum í dag? Sett á silent allavega. Já, silent. Sækir. Það er að Skúli og Gísli út. Haukar gera tvöfaldarbreytingu á sínu liði út af koma leikmenn nr. 20, Gísli Þröstur Kristjánsson og leikmenn nr. 11, Aron Skúli Brynjarsson. Inn á koma leikmenn nr. 15, Andri Steinn Ingvarsson og leikmenn nr. 28, Ólafur Darri Sigurjónsson. Það er kjúlaskipting eins og kvöldum að. Já. Þeir kjúlar Ólafur Darri virkaði virkilega flottur allt prísísoni. Mér finnst gott hjá þér samt að giska á Gunnar, það er svona 80% að það sé rétt. Ótrúlega margir sem heita Gunnar. Það gerist. Hann Hólm er bara ekki með hraðan í þetta því miður. Hann er samt lúmskur, hann er með lúmskan hraða sko. Það vinnur margt annað með honum. Þegar hann kemst á ferðina sko. Já. Þannig að þetta vita af þessari sendingu að spyr. Það er svona aðeins var að róast yfir þessu. En hérna gerir Danni vel. Það er eins og séu 3 Dannar inn á. Eins og hreyfalegur. Já. Og Baldur kemur þessu fyrir á Gunnar sem að tekur frábæla mót honum en rennur hann í skotinu. Gættileg tilraun. 3. tíndi boltinn. Ég verði að viðurkenna það, ég elska að sjá Gunnar Örvar spila fótbolta. Það er ótrúlega gaman. Gunnar er orðinn þreyttur á þessu Gunni Bent. Lítið að velja. Já. Lobba hann bara út af. Það fínt að setja hann 1/4. Andri getur snúið hana. Finnur Danna sem að lætur vaða en það var ekkert sérstætt skot. Nei. Hugmyndin er fín. Svolítið vannmetinn trénanda fyrir aftan. Hafði einhvern veginn séð löfblöð á þeim. Það er aðalega bara hinum einn. Sérðu alltaf boltan ef þið hittið hann. Ég er gróðursett þessi tré. Já, en það eru öll dauð. Ég er ekki eins svona að ljúga sko. Nei, ég veit það. Þú hefur sagt mér það margóð. Og ég hef alltaf gaman að því. Þetta var ekki sett þess að stoppa vindinn? Jú, og bara ef þú ert neglir yfir þá er trénan til að venda. En sjáum Óli Darri. Lengi að þessu Ólafur Darri. Þessi hefur ekki verið þægilegur. Fekk hann beint í miðjuna? Nei, mér sýnist ekki. Nei, vel var í hánum. En Ólafur Darri lengi að skjóta það maður. Já, leiðið Tómasi svona eiginlega loka markinu. Sexy sending hann hjá Danielsson. Já, mjög svo. Þegar Tómas setur lappir til hliðar, þá er hann alltaf 3 metrar. Já, hann er með langar lappir. Já, eins og ég. Já. Þetta er langt best að vera þannig. Sjá, Andri er inn á utan. Fær hann ekki flott bolti og Gunnar Örvar. Hoppa bara langhæst. Rís manna hæst. Einfalt fyrir hann. Þetta var mjög flott skalli. Já. Nú er Tómas að biðja eitthvað. Það er meina að Haukar skora leikmann einhver að vera rángstæði fyrir framan hann. Gunnar Örvar Stefánsson. Trufla með sín. Við erum komin í 84. mínútu, 5-0 í staðan fyrir Haukum. Ég held að K.A. þurfa ekkert að vera svakalega ósáttir með sig. Ágætis frammistaða þrátt fyrir 4-0 tap eins og staðan núna. Já, maður var svolítið hræddur hana í stöðunni eftir 3. markið að þetta myndi Já, sammála því. að þeir myndi brotna, að þetta myndi enda í ykkur vitleysu en
Þeir hafa bara staðið sér ágætlega en Já. þeir alveg búin að halda auðvitað tempóið aðeins lærra í Haukamönnum en Já. Skemmtileg tilraun. ég, Legg sér bara of sterkur fyrir þetta. þetta var bara skot, eða ekki það? Þetta var skot, sko. Við tökum þessi marktrun, Já. skrifið þið í bókina. Hækkum XG í þeim. Já. Ég hef alveg séð Lexa Torres skora það, sko. Já, hann er með. Ég hef líka séð Sindra skora þarna á 50 metrum. Ég satt ekkert... Það var eitthvað svakalegt, sko. Danni með góðan bolt á Baldur. Baldur gerir vel hana. Alexander Snær bara eftir á því miður. Vel gert hjá Baldri. Já, samanlagi sækir þess að aukaspinni bara Gísli verið út af Já, nú var ég gott að vera með örfættan. En Alli ætlar eitthvað. Já. Alli er að segja ég tek þetta. Hann ítir Andra í burtu. Andra langaði að taka þetta. Lætur hann heyra það. Alli sagði þú ert ekki tilbúin, Drengur. Taka mér varalestur. Heldur að hann setja hann fyrir það? Nei, ég trúi því ekki. Jú, ég held að setja fyrir. Ég held að komi hlaupa nær og potanum inn. Danni. Já, hann er ekkert búinn að horfa á markið, sko. Í bóðis fyrir stóksæla? Nei, þetta er smíðaverk. Hanna, Danni, hann er... Þetta er reyndar, þú last þetta alveg. Já, það er annarkvæmt Danni eða Andri. En nú aftur Haukar í erfiðleikum með að koma með byrtu. Já. Mílós með fína boltan á Tóna sem tekur vel mótanum. Jakob, þú verður svo að taka við þökkum Haukum fyrir Já, leikinn. Við þökkum Haukum fyrir komuna. Þökkum Haukum fyrir komuna á Selli í dag. Ég hefði líka sjá Káa bara fá klefan hérna líka. Já, allan á skílið. Já. Þetta hefur verið rætt fyrir. Andri Og Litari hætti hann við hlaupið. Andri hefði sennilega átt að leita Gunnar Örvar í frekar svona skásendingu. Já. Herðu, Freyberg Já. og Simmi, Já. maður leiksins. Ég ætla að gefa Öðru tvíburunum. Nóra þetta. Nóri, Já. ég held að við getum allir verið sammála um það. Já, hann er búinn að stjórna miðunni nokkuð vel. Skoraði náttúrulega gullfallt mark til að brjóta ísinn. Og bara búinn að vera virkilega flottur á miðjunni. Já. Þetta er skemmtilega spilað og Baldur. Hann var Já. Skemmtileg pæling. Þetta hefði verið gullfallegt. Gullfallegt. En já, Máni líka búinn að vera mjög góður í þessum leik. Það hefði margir getað að fengið hérna titil. Já, en Nóri fær hann. Verður bara einn að fá hann. Fær hann út að borða eða eitthvað svona skemmtilegt við hann? Kannski ekki í þessum leik. Nei, Kemur við getum kannski bóðað um eitthvað. Ferna mjólk, þetta er mjólkubíkarinn. Það ekki? Jú, það er rétt. Mjólkuferna. Já. Jú, getum græðað það. Arnór er reyndar svona típa sem að drekkur ekki mjólk. Já, taldu það. Hvaða mjólk er best? Ný mjólk. Það fer eftir, sko. Hvað þetta borðað með þá eða? Já. Já, ok. Ef ég er að borða súkkulaði, þá er það bláa, sko. Já, ný mjólk. En annars, svona undir öllum öðrum kringumstæðum er það alltaf bara gula, sko. Ég bý með Kimi og Mún og það er laktósafrí heima. Já, ég er svo sem ætti að vera í því líka. Ég er alltaf að fæ... Sko, Fjörmjólk, eða? Ég fæ alltaf illt í magan á að drekka mjólk. Gul, laktósafrí. Ég er reyndar að drekka ekki mikla mjólk, sko. Ég verð að vera alveg hreinskilinn með það. Hún verður líka að vera D-vitamin bætt. Herðu, hvað er að gerast? Hann er í ykkur smá vesinni það. Aron pressar á hann. Gaman að sjá K.A. Góðum veitt svona. Algjörlega, þeir eru ennþá að pressa, þeir eru ennþá að reyna. Eitt stemningsmark. Það væri útrúlega gaman. Já, það væri það. Þannig, já, hann á hægri. Finnst að sendinga á... Já, þetta er vel leist hjá K.A.-mönnum. Já, fín sókn hana og... Algjörlega. Fyrir ekki vel ekki alveg nægilega góð. Nei. Eftir að skemmtilegt uppspil og K.A. Hann fyrir ekki út af boltinn.
Ekki plássana fyrir Anton. Boltan aðeins komið. Alli vildi bara fá skot á markið. Vildi bæta aðeins í. Viktor örfættur fyrir, veistu það? Nei, ég held ekki. Nei. Kámenn aðeins að halda boltanum. Já. Þeir eru ekkert hættir. Viktor fer á staðina og Andri brýtur á honum. Færa boltanum milli, þetta eru komnar eitthvað 5 eða 6 færslur hérna hjá þeim. Það var kannski full erfitt. Sævar var lítið búið að koma til boltan eftir að koma inn á. Sjáum Baldur á spretturum hérna hægra megin. Hann tók 3 skref yfir alla völlin. Já, virkilega löng skref sem hann er með. Gunnar aftur og frábær vörn hann Já, Danna. Danni enn og aftur standa fyrir sínu. Hann er með Alexis og K.A. Já, sammála því. Já, við getum kvitað hann til það. Sómasamlega. Heyrðu hvað Alli sagði ég ætla að skora 1. Sjáðu. Já. Og ef bolti kemur ekki þá sturlast hann. Sjáðu. Það er enginn að fara að skjóta nema Alli sko. Alexander Snær að fá baunið í sig hérna. Já, við töluðum þetta áður og hann kæmi inn á, hann finnst gaman að svona, svo í sletti, get stuck in. Algjörlega sko. Við máttum alveg búist við þessu frá gamanni. Skúli. Það að spilla Skúla aðeins, ekki hægt. Hann er svo fókuseraður. Það verður venjulegur leiktími runninn upp. Það er sérlega verður ekki miklu bætt við. Venjulegur leiktími runninn upp. Já, það ekki. Upprunnin. Upprunnin. Ekki vera questina við hérna í. Mér fannst þetta bara að vera eitthvað skrítið. Mílos verður að leggja sig. Allt sem ég segi hérna er mjög skrítið sko. Já, ég sagði líka við þig að ég verð svona 70% heimskari þegar ég er í kringu þig. Bara að reyna að passa mig. Það er mikið til í því. Þetta eru fólk að horfa og kannski einhverjir krakkar sem ég er að þjálfa. En hvað, eigum við að taka hérna Origo markaskorara? Já, það er Máni Mar. Máni Mar segir hann. Æ, þetta er ekki spilna. Léleg spilna. Og hann flautar bara dómarinn til leiksloka. 5-0 er niðurstaðan. Já, þetta var bara fínasta skemmtunisleikur. Já, klálega. Haukarnir bara unnið þetta mjög sannfærandi. Við þökkum Haukum fyrir komuna á í dag. Og óskum henni góðs gengis í sumar. Koma svo áfram K.A. Friðbjörn, við verðum saman í sumar. Heldur Á Hauka TV. Og vonandi sjáum við bara alla. Annarkvort á vellinum, eða bara mæti í sjoppuna, eða horfa á streami, eða hvað sem þið viljið. Við verðum allan hérna. Gaman að vera með ykkur í dag. Haukar komur áfram með mjólkurbikarnum. Ég þakka fyrir mig. Já, bara takk sem leiðis. Takk fyrir mig.